Gylfi, það er 1-1 niðurstaðan og ég gera fyrir þetta sem greiðlega svona svekkjandi að fara ekki með 3 stigin í kvöld. Já, það er svekkjandi niðurstaðan er ekki góð. Við vinnum ekki leikinn og við vildum vinna leikinn, þannig að það er alveg svekkjandi. En ég hef sagt það svo sem áður að við erum meira einblíðin á okkar frammistöður og ég var mjög ánægður með mjög margt í dag, þannig að ég er sáttur heilt yfir. Eins leiðilegt það er fyrir hvaða manneski sem er að fá þessu jöfnunarmarki upp á þetta tíma. Ég fæ líka þær tilfinningar eins og aðrir. Hvernig svona bara horfði leikurinn annars við þér? Hvernig fannst þess bara svona að leikurinn spilast? Mér fannst við byrja gríðarlegum krafti. Mér fannst við bara geggjaðar í 20 mínútur, bara mikil orka, vorum að skapa okkur hellinga færum. Ég hef aldrei séð lið skapa sér mikið að færum á móti Stjörnunni sem hefur verið eitt besta varnarlið deildarinnar það sem af er. Ég held að það hefði enginn getað sagt neitt ef við hefum verið 3-4 mörkum yfir eftir 20-30 mínútur. Þannig ég var óbúslega ánægður með byrjunina. Við náðum bara einu. Svo var þetta svolítið bara cruise control. Þær biðu bara eftir okkur og biðu eftir að við myndum gera mistök og ætluðu að refsa fyrir það og það gekk svo sem alveg ágætlega. Við náttúrulega gerum mistök í okkar leikstíl og þegar við gerum mistök þá heldur við tækifæri til staðar og þær fengu alveg einhver tækifæri en mér fannst við með algjör að stjórna á þessu leik í 70 mínútur cirka. Svo fannst mér kannski leikurinn svona riðlast aðeins kringum það leiti og mér fannst þær ná stjórna leiknum þá og lágu á okkur og voru að bara dæla boltum inn í teig og reyna að jafna leikinn og það tókst með ógeðslega ljótu jöfnunarmarki. Annað ljóta marki en Ingibergar á tímabilinu. Þetta var jafnvel ljótara en markið hennar á móti Víking, þannig að hlósketið því að Ingibjörg Lúsía að fara að skora flottari mörk en þetta. Þetta var ekki fallega gert af vinkonum minni. Þetta kannski eitthvað reyndi svektur að hafa ekki nýtt þessu yfirbreyði þessar fyrstu 70 mínútur og verið ekki búin að reyna að klára leikinn áður en að þessu kom. Já, ég meina að þú horfir á fyrstu 70 mínúturnar hjá okkur. Ég held þú getur ekki fundið mikið að okkar leik nema bara nýting á færum. Auðvitað eigum að vera búin að drepa hann leik strax í byrjun og ég er bara óbúslega stoltur af liðinu að vera að komast í þannig stöðu. Það er mjög erfitt að komast í þannig stöðu á móti þessu lið. Þetta er gott lið og virkilega erfitt að brjóta það niður. Mér fannst við bara spila óbúslega vel og það er svona kannski færanýtingin er kannski svona það sem ég er ósáttastu með hvað varðar frammistöðu liðsins og en ég meina bara jákvæmt að við sem alltaf komum okkur í færi og við bara höldum áfram að vera það lið. Hvernig horfðu síðan bara svona framhaldi við? Náttúrulega tímabilið búið að byrja svona þeir eru búin að koma svona skemmtilega óvart í upphæðu tímabils. Já, mér finnst við bara mjög skemmtilegt lið. Mér finnst ég veit ekki alveg, hvort að áhorfendum hafi eitthvað fundist þessi leikur eitthvað skemmtilegur. Ég held ekki. Eftir fyrstu 20 mínútur þá held ég að síðustu 70 hafi ekkert verið neitt rosalega skemmtilegar fyrir áhorfendur. En við vorum bara með svo mikla stjórn á þessum leik og þannig að ég svona já, ég held ég sjá það aðeins öðruvísi sem þjálfari. Ég er bara sáttur með byrjunina. Mér finnst bara að vera að gefa öllum liðum leik. Hver einasti leikur í þessa deild hefur verið hörkuleikur saman hvort við höfum unnið hann að tapa á honum. Þannig að mér finnst bara við Grindavík Njarðvík að við sem komin á þann stað að geta veitt liðum eins og FH, Þrótti, Val, hvaða lið höfum með Stjörnunni núna, Þór Káa. Þetta eru risa lið sem við erum búin að spila á móti. Er ég að gleyma einhverju liði? Ég vona ekki. En við erum að mæta þessu liðum og við erum bara að mæta. Það er bara erfitt að spila við okkur og við erum bara að gefa hann leiki og erum samkeppnishæf í þessari deild og mér finnst það bara að vera mjög gott. Mér finnst það á góðum stað. Mér finnst liðið líta vel út og vera að spila vel og þannig ég er mjög bara ánægður með stelpurnar og þetta lið og bjartsýnn fyrir framhaldinu. Og byrjun nú búin að koma svona skemmtilega á óvart að einhverju leyti? Þú veist, ég talaði mér ofta á þau, það er bara hvar í tímabeltinu þú ætlar að zooma út, þegar ég var komin inn í þetta og þegar þessi sameining átti sér stað, þá held ég ekki að við myndum vera samkynhneigðir gagnvart þessum liðum eftir 1,5 ár. Miðað við að ég vinn með þessum stelpum á hverjum einasta degi, þá kemur þetta mér ekki á óvart persónulega. Mér finnst það óbúslega gæðamiklar með frábært hugafar og mér finnst það bara mjög góðar í fótbolta. Liðsheildin er frábær og það eru svona það eru góð hráefni fyrir lið þannig að það kemur mér ekki á óvart þekkjandi þessar stelpur að þær séu að standa í öllum þessum liðum og gera þeim alls konar grikki þannig að ég svona ekki þannig séð eru þær ekki þannig séð að koma mér á óvart sko. Takk fyrir.